Komið sæl, gleðilegt sumar og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 23. apríl er annar sunnudagur eftir páska. Þema dagsins er góði hirðirinn og textarnir fjalla hirðis hlutverkið. Lexían er Sálmur 23, Drottinn er minn hirðir. Í pistlinu skrifar Pétur: Ég hvet ykkur öldungar til að gæta hjarðar Guðs fúslega en ekki af gróðafíkn. Og í Guðspjallinu biður Jesús Símon Pétur að gæta sauða sinna. En við skulum byrja þessa stund eins og ávallt á því að signa okkur og segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Jóhannesi 21. kafla og hljóðar svo. Þegar þeir höfðu matast, segir Jesús við Símon Pétur: Símon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Hann svarar: Já, Drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: Gæt þú lamba minna. Jesús segir aftur við hann öðru sinni: Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Og hann svaraði: Já, Drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: Ver hirðir sauða minna. Hann segir við hann í þriðja sinn: Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur hryggðist við að hann skyldi spyrja hann þriðja sinni: Elskar þú mig? Hann svaraði: Drottinn, þú veist allt, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: Gæt þú sauða minna. Sannlega, sannlega segi ég þér, þegar þú varst ungur, bjóstu þig sjálfur og fórst hvert sem þú vildir. En þegar þú ert orðinn gamall, munt þú rétta út hendurnar og annar býr þig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jesús til að kynna með hvílíkum dauðdaga Pétur myndi vegsama Guð. Og hann hafði þetta mælt, sagði hann við hann: Fylg þú mér. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þessi texti er í beinu framhaldi af texta síðasta sunnudags, þegar nokkrir lærisveinar Jesú reru til fiskjar, fengu engan afla, en köstuðu netinu hægra megin við bátinn að ráði Jesú og fengu 153 fiska. Jesús hafði þá sett fisk og brauð á hlóðir til að gefa þeim morgunmat. Það þekkja flestir það heilræði að ræða ekki viðkvæm mál við svangan mann. Og Guðspjallið í dag hefst á því að meistarinn sjálfur beið með spurningar sínar þar til þeir hefðu matast. Hann ávarpar Símon Pétur þrisvar sinnum með fullu nafni: Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur hafði afneitað honum þrisvar og fékk nú tækifæri til þess að játast honum þrisvar. Í hvert sinn svarar Jesús með beiðni. Fyrsta beiðni var: Gæt þú lamba minna. Hér skilar þýðingin sér ekki því að merkingin er: Fóðraðu lömbi mín. Það er: Sjáðu þeim fyrir andlegri fæðu. Beiðnin felur í sér hlutverk hirðis. Í annað sinn segir Jesús: Ver hirðir sauða minna. Vertu fordæmi og leiðbeinandi hjarðarinnar. Og eftir þriðju játninguna biður Jesús hann að gæta sauðana. Láttu þér annt sauðina. Spurning Jesú var: Elskar þú mig? Því að sá sem er hirðir safnaðar veldur ekki hlutverkinu nema hann elski Guð. Á tímum ofsókna á hendur kristnum gat trúin kostað menn lífið. Og Jesús vissi að Pétur yrði tekinn af lífi. En hann rétti út hendurnar, þar að segja, hann var krossfestur í Róm á valdatíma Neró. Þemað í dag er góði hirðirinn
og við þekkjum öll 23. Davíðssálm. Drottinn er minn hirðir. Í formála að sálminum segir að hebreskt kveðskapaform sé ólíkt vestrænum kveðskap, því að í því fari mest fyrir svokölluðu hugsanarými, þar sem sama hugsunin sé tjáð með mismunandi orðalagi í hliðstæðum ljóðlínum. Sálmurinn er sálmur trúartrausts. Hirðistitillinn er konungstitill, en í sálminum er drottinn bæði hirðir, gestgjafi og leiðsögumaður. Hebreska orðið Jave eða drottinn er fyrsta og síðasta orð sálmsins þó að það skili sér heldur ekki í þýðingunni. Höfundur byrjar á að staðhæfa að ef við ákveðum að vera í hjörð drottins muni okkur ekkert bresta. Drottinn muni sjá hjörðinni fyrir öllum nauðþurftum, það er fæði, hvíld, vatni og næði, sem má skilja sem óttaleysi eða vernd. Allt þetta hlotnast okkur vegna þess að við trúum á nafn hans og hann leiðir okkur réttan veg og þó við upplifum erfiða tíma þá er ekkert að óttast því að sjálfur drottinn er með okkur. Í sálminum má finna nokkur stef sem vitna í eyðimerkurgöngu Ísraelsmanna þar sem drottinn leiddi lýðinn í gegnum landsvæði sem var bæði snautt af fæðu og vatni en engan skorti neitt. Sproti og stafur sem veita huggun gæti verið tilvísun í staf Móse. Því þegar Móse gekk fyrir Faraó notaði hann stafinn til að sýna mátt Guðs og með stafnum snerti hann ákveðna staði þegar hann setti plágurnar af stað. Sjálfur stafurinn hafði engan mátt, það var trúin á fyrirmæli Guðs við notkun hans sem skipti öllu máli. Í eyðimerkurgöngunni hóf Móse upp stafinn, þannig opnaðist leið í gegnum Rauðahafið og þegar Móse sló stafnum í klett opnaðist uppspretta vatns. Ég sagði áðan að sálmurinn væri sálmur trúartrausts. Sá sem á trúna á Guð mun fá sæti við borð hans og á borði hans er barmafullur bikar blessunar. Tákn þess að kærleiki Guðs, náð og miskunn hafi engin takmörk. En þeir sem hafna Guði eru andstæðingar. Í Gamla testamentinu voru menn smurðir til þjónustu við Guð. Höfuð Jesú var smurt samkvæmt Matteussi og Markúsi, en fætur Jesú voru smurðir í Lúkasi og Jóhannesi. Í öllum tilfellum var smurning Jesú undirbúningur fyrir dauðann og þjónustu við Guð. En hér í sálminum er það drottinn sem mun smyrja höfuð okkar til þjónustu í eilífu ríki hans. Sálmaskáldið staðhæfir að gæfa og náð muni fylgja okkur. Jú, við frelsumst fyrir náð og sú náð mun fylgja okkur það sem eftir er, alla okkar ævidaga þar sem við búum í húsi drottins. Sálminum er hægt að skipta í þrennt. Fyrsti hluti fjallar líftíma okkar á jörðinni, þar sem hirðirinn mun sjá til þess að okkur muni ekkert skorta. Fyrir annar hluta þurfum við að kíkja á fyrstu þýðingu biblíunnar, Guðbrandsbiblíu, en þar hljóðar textinn svona: Og þótt ég ráfaði í myrkvum dauðans dal, þá hræðist ég þó öngva ólukku því að þú ert hjá mér. Þinn vöndur og stafur, þeir hugsvala mér. Og í enskum biblíum er einnig talað hinn dimma dal dauðans. Þannig fjallar annar hluti sálmsins að í dauðanum sé ekkert að óttast. Guð er með okkur. Þriðji hluti sálmsins fjallar síðan eilífa lífið í ríki Guðs. Skipting sálmsins er því í jarðneska lífið, dauðinn og eilífa lífið og Guð er með okkur allan tíman.
Þið tóku væntanlega eftir því að sprotan í hinni nýju þýðingu þýddi Guðbrandur sem vönd. Kannski greinar betri þýðing, því eins og við vitum þá tiftar Guð og agar þá sem hann elskar. Þó við séum ekki beint flengd með vendi, þá þörfnumst við öll umvöndunar á einhverjum tímapunkti. Og það einmitt það sem að Pétur skrifar í pistlinum í bréfi sínu til safnaðana í Litlu Asíu. Hann skrifaði: verið hirðar þeirra hjarðar sem Guð hefur falið ykkur. Gætið hennar ekki nauðugir, heldur að fúsu geði eins og Guð vill, ekki af gróðafíkn, heldur fúslega. Pétur minnir þá á að þeir séu í raun jafningjar safnaðarins sem Guðs börn, þó þeim sé treyst til forystu. Pétur skrifar: þeir skuluð ekki drottna yfir söfnuðinum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þegar hinn æðsti hirðir birtist, munið þið öðlast þann dýrðarsveig sem aldrei fölnar. Eins og ég nefndi í upphafi þá skila þýðingar sér ekki alltaf. Í enskum biblíum þýðingin sem hér þýdd dýrðarsveigur a crown of glory. Í Guðbrandsbiblíu þýðingin kóróna dýrðarinnar og ég verð að viðurkenna að þýðing Guðbrands viðhafnar meiri. Og á fleiri stöðum í Nýja testamentinu skila kórónur sér ekki inn í þýðingar biblíunar. Í fyrra Þessalónikubréfi þýðir Guðbrandur kóróna hrósunarinnar eða hróssins, en það þýtt sigur, sveigur. Í öðru Tímóteusarbréfi kóróna réttlætisins hjá Guðbrandi þýtt sem sveigur réttlætis. Aðeins í Opinberunarbókinni þýðingin hjá Guðbrandi og í hinni nýjustu útgáfu biblíunnar hinn sama, kóróna lífsins. En þar segir: vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Kóróna konunglegt tákn veldi og ólíkt glæsilegri myndlíking en sveigur. Merkingin fyrir kórónuna táknræn. Hún merkir stöðu okkar sem barna Guðs. Við verðum ekki aðeins þegnar, heldur erfingjar í Guðs ríki. Já, þemað í dag góði hirðirinn og í Jóhannesarguðspjalli lýsir Jesús hlutverki sínu sem góðs hirðis. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Ekkert okkar getur leikið það hlutverk. En Jesús sem talaði í myndlíkingum líkti forstöðu hlutverki safnaðarins við starf hirðis og söfnuðinum við hjörð. Þessa samlíkingu finnum við líka í Gamla testamentinu, en eftirfarandi texti lýsir í myndmáli umhyggjusömum hirði sem vill á allan hátt hugsa sjálfur vel og vernda sauði sína. Í Esekiel segir drottinn Guð: nú ætla ég sjálfur að leita sauða minna og líta eftir þeim. Eins og hirðir lítur eftir hjörðsinni þegar hún á dreif í kringum hann, mun ég fylgjast með mínu fé. Ég mun bjarga sauðum mínum frá öllum þeim stöðum sem þeir dreifðust til. Ég mun leita þess sem villist og sækja hið hrakta, binda hið limlesta og styrkja hið veikburða. Þið eruð hjörð mín sem ég held í haga. Ég Guð ykkar, segir drottinn Guð. Lexían í dag var Sálmur 23, drottinn minn hirðir. Eins og sálmurinn segir, þá sér góður hirðir sauðum sínum fyrir góðum haga, nægu vatni, ver þá fyrir villidýrum og býr þeim næði eða skjól í sauðabyrgi sínu. Hirðir safnaðar á að sjá söfnuðinum fyrir andlegri fæðu, veita trúarstyrk og varast að láta söfnuðin tvístrast.
Hann á að leiða söfnuðinn af trúfesti og í kærleika. Og enn hljóma orð Jesú, fylg þú mér. Og við getum treyst handleiðslunni eins og við höfum heyrt í textanum hér á undan. Guð mun líta sjálfur eftir hjörðinni. Og í ríki hans verður öll hjörðin sameinuð. Það verður ein hjörð, einn hirðir og sá hirðir verður Drottinn Guð. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.